Fyrstu skrefin geta verið mjög vandasöm. Það óljóst hvert þú stefnir, þú ert ekki með fjármagni til staðar, þú ert ekki með teymið. Fyrir okkur vorum við mjög heppin, við höfðum frá upphafi fólk sem hafði trú á okkur og við náðum að laða á okkur sterka einkafjárfesta sem skildu hvað við værum að vinna að. Ég heiti Kolbrún Hrafngerðsdóttir, ég stofnandi lyfjafyrirtækisins Florealis. Við sérhæfum okkur í þróun og markaðssetningu á lyfjum og lækningavörum sem allar unnar eru úr virkum plöntuefnum. Við settum fyrsta jurtalyfið á markað í lok seinasta árs, svo það var lítið framboð fyrir neytendur að nálgast jurtalyf þangað til við komum á markaðinn. Þetta var svona kveikjan af hugmyndinni hjá okkur. Við erum búin að vera í samskiptum við Nýsköpunarsjóð mjög lengi og við höfum það strax að markmiði að jafnvel þó við vorum með einkafjárfesta borð hjá okkur að við vildum halda sjóðunum upplýstum og kynna okkur fyrir þeim svo þeir gætu byrjað að fylgjast með fyrirtækinu og þróun þess þangað til að þau voru tilbúin að koma á borðinu og komið mjög myndarlega inn í fyrirtæki núna í upphafi þess árs sem gerir okkur náttúrulega kleift að fylgja betur eftir þeim vörum sem við erum þegar komið á markað, fara í öfluga markaðsókn bæði á Íslandi og í Svíþjóð og við erum líka að byggja upp dreifileiðir annars staðar á Norðurlöndunum. Því er mjög mikilvægt að hafa sjóð eins og Nýsköpunarsjóð. Þau eru með tengsl við bæði innlenda og erlenda aðila sem eykur þá líkur okkar í framhaldi að fá til liðs við okkar tengda aðila. Okkar markmið er að byggja upp sterka vörulínu. Við ætlum að setja marka á næstu 5 árum yfir 40 lyf- og lækningavörur og við ætlum að gera það undir sterku norrænu vörumerki Florealis. Þetta opnar þá möguleika fyrir okkur að fara svo inn á nýja markaði í framhaldinu, svo fyrir okkur er heimurinn undir.